Herðu, þá ætlum við að kíkja á dæmi lotu 3, dæmi E1 til E3. Ok, og ætlum að byrja að kíkja á dæmi fall og við ætlum að finna fyrst núllstöðvar fallisins. Núllstöðvar fallisins eru þessi hérna staðir. Þessi punktur, þessi punktur, þessi punktur. Í öllum þessum punktum þá er f af x saman sem 0. Hérna er f af x saman sem 0, hérna er f af x saman sem 0. Þetta eru núllstöðvar. Ok, þetta hafa við lært. Síðan sem við erum búin að gera er að við erum búin að skoða þessa hérna sérstöku punkta, neðsta punktin hérna og hægsta punktin hérna. Þessi punktar, þetta er eiginlega núllstöð afleiðunar. Það er að segja, hallatalan er hérna 0. Þannig ég get sagt að f diffrað af x er saman sem 0 hérna og f diffrað af x er líka 0 hérna. En maður getur haldið áfram og spurt sig, hvað gerist ef maður diffrar einu sinni viðbót? Það er að segja diffrar tvisvar sinnum. Er það eitthvað sérstakur punktur? Og það er einn punktur eftir hérna sem er svolítið sérstakur, og þá er ég ekki að tala um skurðpunktinu Össulásinn, heldur sem varðar lögurinn á ferlinum. Þið getið ímyndið ykkur ef þetta er vegur. Ímyndum okkar að þetta sé vegur og þú ert að keyra hérna á okkur bíl. Og þú ert að keyra hérna eftir þessa vegi og þú ert að keyra hérna að taka þessa beygju hérna og þá ertu með stýrið til hægri. Þú ert að beygja til hægri og hérna kemur mjög kröpp beygja, hérna beygja til hægri. En síðan hérna einhver staðar hérna þá verður stýrið beint og þú byrjar að beygja til vinstri. Hérna ertu að beygja til vinstri, mjög kröpp vinstri beygja og svo framvegis. Einhver staðar hérna, cirka bát hérna er stýrið beint. Hérna ertu að keyra bara beint áfram. Og þetta er það sem kallast beygjuskil. Þessi punktur hérna. Þessi punktur er beygjuskil og það er viðfangsefnið í þessum hluta E. Og þá er f tvídiffrað 0. Sem sagt, f diffrað er breyting á fallinu, það er þess að hallatala. Þetta er þá breyting á hallatölunni. Breyting á hallatölunni verður 0 hérna. Þessi f tvídiffrað 0. Þannig að til þess að fara tvídiffra, þá byrjum við einfaldlega á hérna, dæmanu hérna. Og fyrsta hérna, 3.1, þá er ég að smella hérna hlekk. Og því að finna hnitinn, það sem f af x er 0 og f diffrað af x er 0 og f tvídiffrað er 0. Finna þá punktana bara sjónrænt, alveg svo erum að gera hérna. Hérna þurfum við að átta ykkur á því hvenær f af x er 0, það eru þessi hérna punktar. Það er ákveðin hnit. F diffrað af x er 0, það er þessi hérna punktar, hágildi og lággildi. Beygjuskil er síðan þessi hérna sérstakur punktur. Þetta er eiginlega það sem sveigjan er að breytast. Hérna er fallið að sveigjast niður og síðan þegar þetta kemur hérna að þá byrja að sveigjast upp á við aftur. Sjá hvernig þetta er svona mismunandi sveigju. Hérna er þetta að sveigja niður og sem þú komið hérna að þá byrja þetta að sveigja aftur upp á við. Ok, í 3.2 að þá eru þau bara diffrað tvisvar sinnum. Þannig að ef við skoðum þetta hérna fall, a-liðinn, ef maður diffrar þetta einu sinni þá verður þetta 4. Ef við diffrum það síðan aftur, þá fáum við 0. Af því ef við diffrum 4, þá fáum við bara 0. Ef við tökum næsta, diffrum ex, það verður ex. Diffrum x öðru, það verður 2x. F tvídiffrað, þá bara diffrum þetta hérna. Diffrum ex, það verður ex. Diffrum 2x, það verður bara pluss 2. Ok, og svo framvegis. Sjálfsögðu ekki neitt nýtt, maður er bara að diffra tvisvar sinnum. Hérna hins vegar, hérna eigum að finna hnit punktsins eða punktana þar sem beygjuskilin eru. Og það sem er rosa gott að gera, þannig að jú með svörin í svarheftinu, en þið getið alltaf bara farið í GeoGebru,
skrifa þetta inn, nákvæmlega svona, f af x er sama sem x í fjórða bla bla bla, og þá sjáu þið hvernig fallið lítur út og þá ætti að sjá myndrænt hvar þessi beygjuskil eru. En við þurfum að reikna það hérna út, þannig að við ætlum að taka sýndæmi. Segjum að við erum með hérna fallið f af x er sama sem x í þriðja mínus 3x öðru pluss 3. Ok, og við ætlum að finna hnit beygjuskilina. Þá þarf ég að vita það, fyrst og fremst. Beygjuskil eru þegar f tvítifrað er sama sem 0. Ok, þetta eru beygjuskilin. Þannig að það þýðir það að ég verð að tvítifrita hérna. Og þá bara byrja að diffrita einu sinni. X í þriðja verður 3x öðru. Mínus 3x öðru verður mínus 6x. Ef ég diffra 3 þá fáum við 0. Það hverfur bara. Hlæ. Nú ætlum ég að diffra aftur. Þá er þetta tvítifrað. 3x í öðru verður 6x. Og 6x verður 6. Ok, og þetta er mitt skilyrði fyrir beygjuskilum. Þannig að ég ætla að taka þetta hérna og segja bara f tvítifrað x, það verður 0. Og ég ætla að finna út hvað x á að vera í þessu dæmi. Og þetta verður tiltölulega einfalt. Færið hérna 6 yfir, eða einangrið x-ið réttara sagt. Og þið fáið þetta x er saman sem 1. Ok, en þetta er ekki hnit á punkti, þetta er bara x-skildið. Þannig ég segi hérna að til að finna hnit punktsins það er að segja fallgildið, til að sama fallgildið og hnitið, að þá setja ég x saman sem 1 inn í fallið f af x. Munið fallið f af x sem er hérna efst uppi, þetta hérna f af x í vinstra megin, þetta er hnitið. Þetta ákvarðar hnitið þegar x er ykkur ákveðin tala. Og ég er hérna að segja, þegar x er 1, þá erum við með þessi beygjuskil. Þannig ég ætla að setja 1 inn fyrir þetta hérna x, hérna, þá fæ ég hnitið, hérna. Þannig að þá skrifa ég f af 1. Þetta er sem sagt fallgildið eða hnitið þegar x er 1. Þetta verður 1 í þriðja mínus 3 sinnum 1 í öðru pluss 3. Og út úr þessu kemur 1. Þannig að hnit beygjuskila er 1,1. Voilà.